Hæ og velkomin. Ég ætla að gefa stutt yfirlit yfir iPass 2. Fyrst ætla ég að segja þér hvað iPass 2 er ekki. iPass 2 er ekki tímamóta uppfinning. Það er heldur ekki hugsjónafyrirtæki né einhvers konar líknarfélag eins og halda mætti sum þessara netfyrirtækja þegar þau eru að kynna starfsemi sína. Nei, iPass 2 er hardcore business tækifæri. Ég ætla að gera samlíkingu hér. Tölvur voru í notkun löngu áður en að þær urðu almenningseign eins og við öll vitum. Þá var vinna með þær flókin og margbrotin og fólk þurfti að afla sér menntunar og reynslu til þess að geta unnið við þær. Síðan var þróun sem að öll miðaði því að gera þær sem einfaldastar í notkun. Nú eru tölvur í almenningsnotkun í nánast öllum athöfnum fólks í hinu daglega lífi án þess að þurfa að leiða hugann að því hvernig hún virkar, af hverju hún virkar eða hvernig hún er búin til. Og þar kemur einmitt að samlíkingunni við iPass 2. iPass 2 er kerfi sem að gefa þér kleift að stunda tekjuöflun á internetinu með hámarksárangri án þess í raun að hafa hugmynd hvernig. Uppsetningin er tilbúin, það er að segja söluvaran er klár. Kynningarefnið er alltaf bestu gerð. Greiðslukerfið er til staðar og viðbótarsala kemur í beinu og eðlilegu áframhaldi. Eftirfylgni og kennsla eru svo best verður á kosið. Allt er til staðar og virkar fullkomlega. Í raun miklu betur gerð en að ég hef áður séð í viðleitni manna til þess að byggja kerfi sem þetta. Og þungamiðjan er einfaldleiki svo að almenningur geti, já, og ekki bara haft gagn, heldur náð hámarks árangri án sérstakrar sérkunnáttu að neinu tagi. En til hvers erum við þá, spyrðu líklega þegar hér er komið sögur. Jú, við erum hvort tveggja í senn, viðskiptavinirnir og dreifingaraðilarnir. Við sem sé kaupum aðgang að þessu magnaða kerfi og fáum link. Netslóð öðru nafni með okkar auðkenni og dreifum honum síðan sem víðast. Hvernig? Ekki með símtölum til ættingja og vina, heldur á internetinu auðvitað. Þessu ótrúlega magnaða fyrirbæri sem að hefur og er að breyta lifnaðarháttum fólks í öllum heiminum á svo margvíslegan hátt. Þessar breytingar eru raunverulegar og ekki í náinni framtíð, heldur núna. Hvað sem að hverjum og einum finnst það. Og í þessum breytingum felast tækifæri, margvísleg og nánast óendanleg, meðal annars til tekjuöflunar. iPass 2 er einmitt eitt þessara tækifæra, líklega það áhugaverðasta sem í boði er þessa mundir. Það er að segja fyrir þá sem að vilja ná skjótum og miklum árangri. Næstkomandi laugardag kl. 11:45 mun ég halda opinn kynningafund online þar sem að ég útskýri helstu þætti iPass 2 kerfisins og svara fyrirspurnum. Og þú áhorfandi góður færð miða á fremsta bekk. Smeltu á linkin hér fyrir neðan myndbandið eða fylltu út formið sem að fer eftir því hvort þú ert að horfa á þetta myndband á YouTube eða á heimasíðu. Ég segi aldrei hafa jafn mögnuð og aðgengileg tækifæri staðið almenningi til boða til þess að þéna mikið og byggja upp tekjustreymi allt frá því að grenka á reikningarstaflanum upp í það að standa undir lífstíl sem sjaldnast er einu sinni í hugarórum okkar almúgafólks. Ef þú þarft ekki frekar vitnara við, þá getur þú smellt að borða sem ástendur skrámi núna og tekið þátt. En í öllu falli taktu ákvörðun og fylgdu henni. Þú veist að tækifærin eru þeirra sem nýta þau og velgengni lýtur lögmáli, orsaka og afleiðinga. Öll leiðsögn er til staðar í iPass 2. Við getum líkt því við GPS leiðsögutæki. 100% leiðsögn frá upp á stað til ákvörðunarstaðar. Þú þarft jú að slá inn ákvörðunarstaðinn og leggja á stað. Og að sjálfsögðu að fylgja leiðbeiningunum alla leið. Það er mikilvægt. Ef 300 km
eru til ákvörðunarstaðarins máttu ekki segja eftir 200 km að þetta þýði ekkert og þú sjáir ekki svo mikið sem hilla undir ákvörðunarstaðin. Horfðu heldur í kringum þig og reyndu að þekkja auðkennin og sjá að þér miðar áfram. Ég heldur máttu telja þau trú að það sitji styttri leið. Býttu með það þangað til þú hefur náð fullri færni og góðum tökum á verkefninu. Fram að því fylgdu leiðsögn í einu og öllu og þú munt ná árangri. Þannig virkar lögmál velgengninnar. Það eru engin máttarvöld sem segja að þú sért of ung eða ungur, eða of gamall, eða of feitur eða leiðinlegur og segir stoppum þennan af, hleypum hinum í gegn. Auðvitað ekki. Það er búið að forrita kerfið, rétt eins og leiðsögutækið og það mun koma þér til farsælla efna ef þú fylgir leiðsögn. Gangi þér vel.